Herða þarf öryggi í Þokudal strax. Staðsetning fangans. Ókunn. Óásættanleg vinnubrögð. Viðbragðsáætlun hæsta... Leikfélag Akureyrar fagnar 100 ára afmæli á þessu ári. Af því tilefni verður mikið dýrðir, en fyrsti viðburður afmælisársins var í vikunni þegar bæjarbúum var boðið í menningarhúsið Hof á opinn samlestur á nýju leikriti sem ber heitið Núnó og Júnía. Þannig gátu gestir fylgst með nýju leikverki vakna til lífsins í örmum leikaranna. Núnó og Júnía fjölskylduleikrit ekki síst fyrir ungu kynslóðina og stefnir að því að frumsýna verkið miðjan febrúar. Jón Páll, nú ert þú að bjóða bæjarbúum á opinn samlestur á nýju leikverki. Af hverju? Já, þetta kom nú upp á svona með stuttum fyrirvara að opna hér húsið. Við erum bara að hefja vinnudaginn hér og klukkan að verða 10:30, þannig að það er kannski fáið sem eiga heimangengt. En þetta er svona liður í því bara að opna leikhúsið meira fyrir bæjarbúum og þeir hafa tilfinningu að þeir eigi hlutdeild í starfinu, af því að þetta er jú leikfélagið þeirra og okkar, allra saman. Og við reiðum okkur á forvitni bæjarbúa það sem við erum að gera. Við erum að gera mikið svona nýtt efni og þannig að við ákváðum að gefa tækifæri á að láta undan forvitninni og mæta hér. Er leikhúsið nægilega opið fyrir áhorfendum? Já, það er erfitt náttúrulega. Leikhúsið er að keppa náttúrulega við aðra, skulum við segja, afþreyingu, sem er þannig að hún er ekki línuleg. Þú getur sótt hana hvenær sem er og hvar sem er, en leikhúsið er ennþá að reiða sig á það að einhver segir já, næsta föstudag þá ætla ég að kíkja hérna á þessa gestasýningu hérna í samkomuhúsinu og ég þarf að finna bílastæði og vona þess að ég er búin að moka göturnar og kannski að fara í lagning og út að borða á undan, þannig að það krefst mun meiri kannski atrennu eða fara í leikhúsið. Og þá hérna þurfa sýningarnar oft kannski að vera stærri eða eins og ég vil meina kannski líka bara efniviðurinn og umfjöllunarefnið standi nær okkur og það sé kannski eins og við gerðum með Pílu í fyrra. Auðvitað er sagan Pílu þekkt og ævintýri hans Kristjáns, en við færðum hana líka aðeins nær samtímann og tókum beint inn í þessa umræðu sem var hér þessu samfélagi sem tók á móti nýjum akureyringum. Að það var beint að saga Pílu var líka saga annarra flóttamanna og annarra nýrra landnema. Þannig að já. Já, þannig að leikhúsið er nátengt svona því samfélagi sem það er í? Já, leikhúsið er alltaf, þeir sem að starfa í leikhúsinu og það er samfélag. Þannig að það er eðlilegt að við ekki bara endurspeglum það heldur við séum svona einhvern veginn að leggja okkar einhvern veginn að mörkum við svona sjálfsmyndina og hver við erum. Og nú er þessi samlestur að fara af stað hérna, hvaða máli skiptir það fyrir leikarana að hafa áhorfendur þegar það er í samlestri? Já, ég veit nefnilega ekki hver áhrifin verða að því að það er hætt við náttúrulega leikarar eru vilja náttúrulega svona performa og gera performance, þannig að þau þurfa kannski að forðast að fara of langt þangað því að þetta er svona fyrsta skrefið og menn eru ekki með fullmótaðar persónur og annað. En svo er líka bara gott að leyfa sér það, að leyfa sér að muna að það er ekki, við þekkjum það á leikhúsinu að hlutinir eru oft ekki alveg meitlaðir í stein, hlutinir taka breyting og við hlustum hérna mikið, þannig að það verður gaman kannski að fá viðbrögð svona við hérna fyrstu gerð af þessu leikriti. Það mun alltaf taka breytingum á æfingatímabilinu eins og alltaf gerist. Það eru Bjarni Snæbjörnsson, Alexander Dantes Erlendsson og Dominique Gyða Sigrúnardóttir sem leika í Núnó og Júníu, en þau tvö síðarnefndu eru að stíga sín fyrstu skref í atvinnuleikhúsi. Sara Martí Guðmundsdóttir er höfundur og leikstjóri verksins, en hún leikstýrði jafnframt Pílu Pínu sem var sett upp af leikfélaginu í fyrra við góðan orðstír. Þetta er svona fjútúristískt spennuleikrit fyrir alla fjölskylduna. Hann Núnó, sem er svona aðalsöguhetjan okkar, sem er á toppinum á ferlinum sínum sem íþróttamaður og vaknar einn daginn með þessa þokuna, þannig að sem þýðir að hann er ósýnilegur, byrjar að vera ósýnilegur. Og þá hefst bara rosa ferðalag sem hann fer í til þess að reyna finna lækningu við því. Af því að það er ekki gott að vera ósýnilegur. Hvernig gerir maður mann ósýnilegan í leikhúsi? Ég veit það ekki, við eigum eftir að finna út af því. Það er hluti af verkefninu. Það er bara hluti af ferlinu, já.
Og þetta eru, hvað, 3 leikarar? Já. En hér samlestur að hefjast og það allavega 20 manns hérna sem sitja við borðið? Akkurat. Það eru sem sagt 15 ungmenni sem að hjálpa okkur að búa til þennan heim að því að þetta er mjög mikið af sinnum og mjög margir staðir sem að þau fara á í þessu ferðalagi og það þarf að fylla upp í þessa staði og þess vegna höfum við fengið þessa 15 statista til að hjálpa okkur að búa þetta til. Og nú að hefjast opinn samlestur á þessu. Hvernig fyrir þig sem höfund og leikstjóra að sjá verk lifna við í samlestri? Það er bara svolítið magnað, sko. Ég hef ekki upplifað þetta áður. Þetta er fyrsta verkið mitt frá grunni. Þannig að ég er bara, þú veist, spenntari heldur en ég var á jólunum, sko. Skiptir einhverju máli að hafa áhorfendur? Já, það gerir það alltaf. Það er bara, maður finnur þá bara svona hvernig þetta er að setjast í fólk og þú veist, það er bara öðruvísi. Og framundan er annarsamur tími hjá aðstandendum verksins því Núnó og Júnía verður frumsýnt 18. febrúar í Hofi. Veistu að ég er að vinna með sama teymi, meira og minna, sem var með mér í Pílupínu og þetta eru svo rosalega færir einstaklingar á sínu sviði að ég held við rúllum þessu upp á þessum tíma. Við bindum miklar vonir við þig. Er eitthvað sem þú vilt leggja til málana áður en að vígslan hefst? Sjálfi stendur upp og talar fyrir hönd Núnó. Æruverðuga ráð. Við Núnó tökum ábyrgðinni sem þið felið okkur mjög alvarlega og við lofum því að gera okkar allra besta öllum stundum. Sem þjálfari Núnó og hans nánasti samstarfsmaður mun ég aldrei gefa eftir. Núnó verður ávallt besta útgáfan af sjálfum sér. Og nú markar þessi viðburður svona kannski fyrsta skrefið í afmælisárinu ykkar. Það er 100 ára afmæli leikfélagsins á þessu ári. Hvað er framundan á árinu? Það er margt skemmtilegt framundan. Afmælisnefnd leikfélagsins hefur verið að störfum og lagt grunna svona mjög skemmtilegri dagskrá. Það er með þessi í vinnslu afmælisrit sem verður gefið út. Það er náttúrulega afmælisveislan sjálf, þann 19. apríl. Og í kjölfari koma tónleikar sem að Sinfóníuljónsveit Norðurlands heldur eiginlega til heiðurs leikfélaginu. Og það má segja að það sé svona þemað, eða temað. Það er svona T eða TH. Þema sem sagt er að, eins og þú kannski þekkir það vill vera þannig að þegar maður skipuleggur stórafmæli að maður sjálfur er lagstur í mikla vinnu við að gera grunninn af fiskisúpu og situr síðan einn bara uppi með uppvaskið. Og við hugsaum að væri gaman ef að aðrir legðu líka til við dagskrána. Og við fengjum það svolítið í afmælisgjöf og það er svolítið áætlunin sem er framundan. Hér eru aðra menningarstofnanir í bænum og önnur félög og áhugafélög og aðrir aðilar sem að unnu halda upp á afmælið svona jafnt og þétt yfir árið og svo lýkur því náttúrulega með sýningu á verki í sem sagt næsta haust.